Komið sæl og velkomin í síðasta myndbandi fyrir þennan kafla. Við ætlum aðeins að rifja upp hallatölur og skurðbúnta frá því fyrra. Ég ætla að sýna ykkur tvær leiðir til að setja fram jöfnu fyrir beina línu ef að gefnir eru upp tveir punktar. Fyrri leiðin ætti að vera svona frekar einföld. Hún felst í því að teikna bara upp eða merkja inn þá punkta sem eru gefnir og draga línu í gegn. Og þá er tvennt sem að kemur fram. Annars vegar hvar sker línan y-ásinn og hér sjáum við að hún sker y-ásinn í einum og þá vitum við að skurðpunktur er +1. Hitt sem við þurfum að vita er hver er hallatala línunar og til þess að finna hana þá veljum við okkur einhvern stað á línunni og ef ég færi mig einn reit til hægri þá þarf ég að fara 2 reiti upp aftur til að lenda á línuna á ný og þess vegna er hallatala fyrir línuna þessa, hún er 2. Ef ég veit hver hallatala og skurðpunktur er, þá er auðvelt að setja fram jöfnuna. Þegar við séum milljón svona jöfnur í fyrra, það líti alltaf einhvern veginn svona út. Y er jafnt og kannski 3x + 4 eða y er jafnt og 2x - 5 eða eitthvað slíkt. Það er að segja að það er alltaf á þessu formi, y er jafnt og hallatala sinnum x plus eða mínus einhver skurðpunktur. Við erum búin að finna hér bæði hallatölu og skurðpunkt, þannig að þá veit ég að jafna línuna hlýtur að vera svona. Y er jafnt og nú er hallatalan 2, þannig að það gerir 2x og skurðpunkturinn er 1, þá kemur hérna +1. Einfalt. Það finnst mér og vonandi ykkur líka. Þannig að jafnan er eins og stendur hérna 2x + 1. En það sem við fórum ekki yfir í fyrra er hvernig við reiknum út eða setjum fram jöfnu fyrir línu án þess að hafa myndina. Og það ætlum við að prófa núna. Þið þurfum að kunna þessa leið líka því að það er ekki alltaf hægt að teikna upp myndina og jafnvel þá að væri hægt að teikna hann upp og þá er ekkert víst að hallatalan sé alltaf einhver þægileg tala eins og 2 eða 3 eða 4. Hún gæti verið 1,86 eða eitthvað slíkt. Þá er betra að reikna heldur en að reyna að lesa það á mynd. Og það sem við byrjum á að gera er að reikna út hallatölu með þessari formúlu hér. Skoðum hver er breytingin á y-gildum punktana og hver er breyting á x-gildum. Og þegar við erum með einhver svona hnit, þá er fyrri talan hún kallast alltaf x-hnit og aftari talan kallast y-hnit. Þannig að ég ætla að finna breytinguna á y-gildum þessara punkta. Þá er ég raun að finna breytinguna frá 1 upp í 5 og svo fyrir x-gildin þá er ég að finna breytinguna frá 0 upp í 2. Og það er bara gert með því að finna mismun þessara talna. Þannig að ef ég reikna á tallatöluna með að setja inn í þessa formúlu þá ger ég hérna y-hnitin í punktunum eru þá 5 - 1 og x-hnitin í punktunum eru 2 - 0. Fyrir ofanstrik fæ ég þá 4 og neðanstrik 2 og með því að reikna það þá er ég komin með hallatölu fyrir þessa línu, sem sagt 2. Og eins og ég sýndi ykkur áðan þá lítur jafna beinnar línu alltaf svona út. Y er jafnt og hallatala sinnum eitthvað x og svo plus einhver skurðpunktur. Þannig að nú get ég byrjað, ég get sagt ok, ég veit að jafna línunar hlýtur að vera svona, y er jafnt og 2x því að hallatalan er 2, þess vegna setjum ég 2 hérna. Og svo plus, nú er ég í vandræðum, mér vantar að finna skurðhnitið. En trikkið hér er að velja annarkvort punktinn 0,1 eða punktinn 2,5 og setja inn í það sem ég er komin með. Þið munið að fyrri talan er svokallað x-hnit og aftari talan er y-hnit. Þannig ég get sett þessar tölur hérna tvist inn í staðinn fyrir x-ið hér og 5 í staðinn fyrir y hér og þá get ég fundið hvað vantar hérna aftast sem er þá skurðhnitið. Þannig að prófum það. Ég ætla að setja í staðinn fyrir y ætla ég að setja 5. Í staðinn fyrir x ætla ég að setja 2. Þannig 2 sinnum 2 sem er þá 4.
og þá er spurning hvað þarf að vera þetta fyrir aftan. Ef við erum með 5 öðru megin og 4 hinum megin, 4 pluss hvað er jafnt á 5? Það er væntanlega pluss 1 og þannig fæ ég skurðnýtið og þar af leiðandi jöfnuna. Þannig að, ég vona að það hafi náð þessu. Það er að segja, við byrjum á að reikna hallatöluna með þessari formúlu hér. Finn mismunin á y-gildunum sem er þetta 5 og 1, mismun á x-gildunum og þannig fæ ég út að hallatalan er 2. Síðan er ég að velja annan punktinn. Ég hefði getað valið annan punkt hér líka, þið getið prófað það sjálf. Og ég set þá y-hnitið hérna í staðinn fyrir y. Ég set x-hnitið hérna í staðinn fyrir x. Og ég set hallatöluna hérna í staðinn fyrir hallatölu. Og þá er auðvelt að sjá hver skurðhnitið er. Og þannig fæ ég út jöfnuna sem lítur alltaf einhvern veginn svona út. Y er jafnt og einhver hallatala, kannski 2x. Og svo pluss eða mínus einhver skurðpunktur sem í okkar tilviki var 1. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili. Leyfi ykkur að spreyta ykkur á þessu núna og segi bara takk fyrir mig.